Hallelujah. Halleluja. Hello, everybody. Sæl öll sem öll. How are you? Hvernig hafið þið það? Doing okay? Allt í lagi? Amen. Thank you, Lord. Takk Jesús. I feel that there is such a healing anointing here tonight. Ég finnst þeirra lækningaspurning hér. And if you just play that song that you were singing also, Heal Me, just play that song. Bara spila lagið eftir Heal Me, lækna mig. Because I believe. Ég trúi. I actually believe that I was sent here by a purpose. Ég trúi að ég hef verið sendur hér með ákveðin tilgang. You know, I'm too old to send myself. Ég of gaman til að senda sjálf mig. When I was young, I was sending myself. Þegar ég var ungur, þá sendi ég sjálf mig hingað og þangað. But I'm too old now. En nú ég of gaman til. I'm too tired. Ég of þreyttur. So now I go by the leading of the Holy Spirit and Nú læt ég heilagan anda leiða mig. the purposes of God. Og með tilgang Guðs. I don't think that I will have my best preaching tonight. Ég ekkert viss ég prediki mína besta prediku núna. Just as you know, I can preach very good. En bara svo að vita, þá get ég predika mjög vel. I have been preaching many years, Og ég búinn að predika í mörg ár. so I can really Ég get predika. use the shotgun of preaching. Og ég get notað fallbyssur hérna og haglabyssur. But then when God comes, En þegar Guð kemur, He destroys my preachings. þá eyðir hann bara alltaf predikuna fyrir mig. He comes in and He mingles in, Og hann kemur og hann mixar öllu saman. and you know, and that's the best. Það best. Hallelujah. Halleluja. Shall we welcome the Holy Spirit? Eigum að bjóða heilagan anda velkomin. Holy Spirit, welcome here tonight. Heilagur andi, þú ert velkomin hérna í kvöld. You know every single heart. Þú þekkir hvert hjarta. You know the heart of this church. Þú þekkir hjarta þessara kirkju You know the heart of the people. og hjarta fólksins. You know every heart of the visitors. Þú þekkir alla hjarta sem í heimsókn. You know where they are right now. Þú veist hvað þið eru núna. And thank you, Father, Og þakka þér, Faðir, for touching every single one of us að snerta hvert og eitt okkar tonight. í kvöld. In Jesus' Í name. Jesú nafni. Amen. Amen. Hallelujah. Halleluja. Glory. Now, I don't know really the setting here. Ég veit ekki alveg hvernig setupið er. Because it's the first time I'm here. Að þetta er fyrsta sinn sem ég kem. I don't want to mess up things up now. Og ég vil ekki klúðra hlutunum. Because I really want to come back. Ég vil endilega fá að koma aftur. So usually I don't preach too long. Og venjulega þá predika ég ekkert of lengi. Now in these modern times, Og sérstaklega ekki nú á tímum. we preachers are allowed to preach only 30 minutes. Og þá vorum við okkur predikunum bara leyft að predika cirka 30 mínútur. I try to do that. Ég reyna að gera það. But can you give me some grace tonight? Þið getur gefið mér smá náðar tíma í kvöld. Not look at your Og watch. ekki lítið of mikið á úrinn ykkar í kvöld. Because I don't really know how long I'm Af því going ég to veit go. ekki alveg hvað þetta tekur langa tíma. I'm not going to wear you down. Ég ætla ekkert að þreyta ykkur. I promise you. Ég lofa ykkur því. I get tired quickly. Ég þreyti sjálfur mjög fljótt. So that helps. Og það hjálpar þá. So I will not, have a super long preaching. Ég vil ekki hafa neitt mjög langa predikun. But I just feel that I want to give the thing I have in my heart. En ég verð að fá að gefa það sem er á hjarta mínu. And it will take a little Og time, það tekur smá stund. if that is okay with you. Ef það er allt í lagi. Is that okay? Er það allt í lagi? Good. Yeah. Hallelujah. What do you want? You're going to take over? Hvað viltu? Hallelujah. Somebody else that wants a hug now? Er einhver annar sem vil fá faðmlag? Okay. No one. Engin annar. 2 years ago, Fyrir 2 árum I was rushed with the ambulance to the hospital. þá var ég fluttur með sjúkrabíl á spítalann. I was really in bad condition. Og ég var í mjög slæmu ástandi. So I came to the hospital, Ég var komin á spítalann. and they, I don't know what they did Ég veit ekki nákvæmlega hvað þeir gerðu. because I was not aware. Vegna þess að ég var ekki með meðvitund. So they woke me up, Svo þeir vöktu mig and the doctor, og læknirinn. he came to me, and he was a heart doctor, Og hann kom til mér og það var svona hjartaskurðlæknir. and he examined my heart. Og hann skoðaði hjartað í I mér. had some heart issues then. Ég var með smá vandamál í hjartunum þá. I don't have that problem any longer, Það er búið. so you don't have to be afraid. Þið er ekkert óttast hjartað í mér í dag. I will not sink down and die here tonight. Ég mun ekki setjast niður og deyja hjartaslægi í dag.
But the doctor, En læknirinn, he helped me, hann hjálpaði mér and he woke me up, og hann vakti mig and he sat down on the chair, og síðan settist hann á and stólinn he started to talk to me, og hann byrjaði að tala við mig. and he said, he wanted to really, he came at me. Hann eiginlega talaði beint til mín So og he vildi said, Stefan, you have aðeins að, you have a good heart, hann sagði, Stefán, þú er með gott hjarta, but you are not treating your heart en þú ferð illa með það. the way you should. Þú fer ekki eins vel með eins og ættir að gera. And next time you come in here, Næst þegar þú kemur, you will be dead. þá verður dauður. So I just want to warn you. Sjá, ég vil bara vara þig við, sagði hann. And then he started to talk to me, Og síðan byrjaði hann að tala and then he said, og sagði, what do you work with hvað gerir annars? for a living? Já, við hvað starfar? And then I looked at him and I said, Og ég leita á hann og sagði, I do the same things that you do. og ég sagði, ég gera það sama og þú. What? Are you a doctor? Hvað, ertu læknir? Sort of. Já, svona eins konar, sagði ég. In which area, he said? Og hvernig læknir ertu? The heart area. Ég er hjartalæknir, sagði ég. What do you mean, sir? Hvað meinar þú, sagði hann? I never seen you at the Ég hef aldrei hospital. séð hérna á spítalanum. No, I don't work here. Nei, ég vinn ekki hérna, sagði ég. Well, where do you work? En hvar vinnur þú þá? Everywhere. Allstaðar. I don't understand, he said. Ég skýri þig ekki, sagði hann. How do you work? Hvað ertu að gera, nákvæmlega? I do the same as you do. Ég gera það sama og þú, sagði ég. I'm fixing people's hearts. Ég laga hjörtun í fólkinu. I'm repairing hearts. Ég er að bæta hjörtun. Well, how do you do that? Já, hvernig gerur það, spurði læknir. I am giving them the good news of Jesus. Ég gef þeim góðu frétturnar Jesús. Oh, Já, sagði hann. now I understand. Já, nú skil ég. But please tell me how you do that. En segðu mig hvernig þú gerir það, sagði hann svo. So I started to tell him. Og ég byrjaði að segja honum frá því. And then he got a call. He had to rush away to Og another patient. síðan var hóað í hann og hann hætti að hlaupa og hitta annan sjúkling. And then after a half an hour, he came back Og það again. byrja hálftíma setna kom hann aftur tilbaka. And he said, I was thinking Og hann about sagði, ég var að hugsa what you said. það sem þú sagðir áðan. Oh, I'm very, very, impressed. Ég bara, þetta er áhrifamikið, sagði hann. So you travel around and you're amending people's Svo þú hearts. ferðast og lagar og hjörtun í fólkinu. Yes, I do. Já, sagði ég. And you preach to them. Og þú predikar yfir þeim. Do you anything more? Gerir eitthvað meira en það? I pray for them. Já, ég bið fyrir sagði ég. Oh, wow. Vá, sagði hann. That was very precious. Það er dýrmætt. I never met any person like this. Ég hef aldrei hitt neitt eins og þig, sagði hann. You see, Sweden is very secular right Það er now. mjög sænska ríki er mjög heimslegt. I never heard about that. Ég hef aldrei heyrt svona, sagði hann. How long have you been doing that? Hvað ertu búin að gera þetta lengi? Over 30 years. Já, yfir 30 ár. Wow. Vá, sagði hann. Very interesting. Þetta er athyglisvert. But how do you do that? En hvernig gerur það? He couldn't let me go. Hann vildi ekki sleppa How do mér. you do that? Hvernig gerur þetta nákvæmlega? Now, first of all, I said, Fyrst og öllu, sagði ég, you need to get people to open their hearts. þú þarft að fá fólk til að opna hjarta sitt fyrst. You open their hearts by a knife. Þú opnar hjarta þeirra með hníf. I wish I could do that, I wish I could do that. Ja, stundum vildi ég óska að ég segi gæti það líka. We are not allowed to use knives. En við erum ekki lokuð, við erum okkur ekki leyft að nota hnífa lengur. So you open them with the knives. Þú opnar þeim með hnífa, sagði ég. But I have to open them En ég verð að opna þau with my own broken heart. með mínu eigin brostna hjarta. Because they will never open their hearts Því þeir munu aldrei opna sitt hjarta if I don't have a broken heart. ef ég er ekki með brostið hjarta. Oh, he said. Sagði hann. So you mean that they need to have trust? Þegar þýðir það að þau þurfa að treysta, sagði Oh, hann. I tell you, Já, they need to have trust. þau þurfa að treysta. You know why? Veistu hvers vegna? Because the heart is the most sensitive part of the Þessi person. hjartað er næmasta og viðkvæmasta líffærið í líkamanum. And if somebody opens their Og heart, ef einhver opnar hjarta you sig, have to tread very þá carefully. þarf það að fara mjög varlega að því. And it helps Og það hjálpar that you have a broken heart. að þú sjálfur ert með brostið hjarta. But here tonight, En í kvöld, í dag, we are going to repair hearts. ætlum við að gera við hjörtu. Of course, you know I can't do that myself. Þú veistu þetta að ég get ekki gert það sjálfur. I'm just a simple mechanic. Ég er bara einfaldur bifvélavirki. I can't do that. Ég get ekki gert það. But I know who that can. En ég veit þann sem getur. And he is here tonight. Og hann er hér núna. Hallelujah. Halleluja.
His name is Jesus. Hann heitir Jesús And he is the mender of our soul. og hann lagar og bætir sál okkar. Can you say amen? Hann gerir við sál okkar. Getur þú sagt amen við því? I noticed that Jesus is a tremendous fixer. Hann stórkostlegur viðgerðarmaður hann Jesús. He can really fix things. Hann getur lagað hluti, Especially hearts. sérstaklega hjörtun. And you know, this is the first time I'm here. Þetta fyrsta sinn sem ég kem til ykkar. Next time I come, I cannot use this advantage that I have. Og næst því ég kem, þá hef ekki sama forskot eins og ég hef núna komið fyrsta sinn. What kind of advantage do I have now? Hvers konar forskot hef ég núna? I don't know nothing. Ég þekki ekkert ykkur, veit ekkert hverju þið eruð. I don't know nothing about Ég it. veit ekkert ykkur. Because I have never been here before. Ég hef aldrei komið hérna áður. So that is a tremendous advantage Og það that I have. það gott forskot sem ég hef. I have not talked to anyone. Ég hef ekki talað við ykkur. I haven't got any information Ég hef ekki safnað upplýsingum ykkur, about you. þig. I am here for the first time. Ég hér í fyrsta sinn. Next time I come, Næst því ég kem, I know something about you. þá veit ég eitthvað ykkur. And then I'm limited. Og þá hef ég takmarkað. But tonight, En í dag I have a great advantage. ég með stórkostlega forskot á I það. don't know nothing. Ég veit ekkert. The problem we have Vandamáli sem við höfum, sometimes stundum, that we know so much. við vitum of mikið. At least we think we know. Eða við höldum allavega við vitum það. We have grown up with people. Við höfum vaxið úr garði með fólki. We know their story. Við þekkjum söguna þeirra And we think we know everything. og við höldum við vitum allt. When we are mistaken. Hug. You want to have a hug? This is Daniel. Þetta Daniel, He's Swedish. hann sænskur. Hallelujah. I was his pastor. Ég var pastorinn hans Actually, many years. mörg ár Yeah. And he loves me. og hann elskar mig. You love me? Elskar mig. Hallelujah. We don't know so much as we think Við vitum ekki eins mikið við höldum about people. fólk. If you have your husband or your wife here tonight, Ef að maðurinn konunum með þér, you think you know her. þá heldur þú þekkjar hann eða hann. Mamma mia. You have your husband here, Ef þú ert með eiginmanninn hérna, you think you know everything þá about heldur þú him. vitir allt hann. Oh. We know very little, Við vitum svo lítið. but we have one person. En við erum með einn He knows everything. sem veit allt. I shot the sheriff. And he is here tonight. Jesús hér. Hallelujah. Þessi dáin. Did he die? Yeah. Yeah. I can speak loud. Hey, they are fixing this. He's quick with this. Amazing. When I was praying for this meeting, Þegar ég var að biðja fyrir þessa samkomu, I saw a picture. sá ég mynd. I saw a big heart. Sá ég stórt hjarta. It was red, pumping. Það var rautt og það var að pumpa. It was a working heart. Það var hjarta sem var í virkni. But I also saw En ég sá líka it was damaged. að það var skemmt. There was things in that heart Það var eitthvað í hjartanu that was damaged. sem var skemmt. It was working, Það virkaði, but not the way it couldn't work. en ekki eins og það ætti að gera best. It was damaged. Það var eitthvað skemmt. And God showed me Og Guð sýndi mér that this night að núna He wants to mend and heal people's hearts. þá vill hann lækna og gera við hjörtu fólks. Hallelujah. Halleluja. So number one, Númer 1. we need to open our hearts. Við þurfum að opna hjart okkar. My friend, Vinur minn, I know it hurts ég veit að það er ekki auðvelt to open your heart, að opna hjarta sitt. but please do. En gerðu það fyrir okkur, opna You hjarta. have nothing to fear. Þú er ekkert að óttast.
Because God is here. Þegar Guð hér. Hallelujah. Amen. Halleluja. And we will walk softly and Og carefully við munum umgangast hjartað þitt vandlega og varlega. towards your heart with this message. Hjartað þínu með þennan boðskap sem við höfum. I know Ég veit, because I've been there myself. því ég hef verið sjálfur á þessum stað. I know how it is Ég veit hvernig það er when the heart is hurting. þegar hjartað er sárt. You know, we can hide that away Það er hægt að fela það and we can pretend og við getum verið í þykjustuleik that everything is okay. að allt sé í lagi. And you may fool somebody. Og það er hægt að plata einhverja You þannig, can never fool God. en það er ekki hægt að plata Guð. We have so many pretenders in Það churches. er svo margir þykjustufólk. Oh, they pretend, you know. Þeir leika séu frjáls. And the heart is crying. En hjartað grætur. But they pretend that everything is well. En þau láta sem allt sé í lagi. And Jesus, he looks beyond En Jésús lítur alltaf into the lengra en depths of það, your heart. inn í hjartað. Because he knows Vegna hann veit, that if he cannot, he is not allowed to fix your heart, ef að hann fær ekki að gera við hjartað, he cannot fix your life. þá gerir ekki laga líf þitt heldur. So tonight, Svo núna, you want to take courage á hvetja þig and open your heart. til að opna hjartað þitt. There is a misunderstanding Það er sometimes stundum misskilið that we think að við höldum that God will open our að hearts. Guð mun opna hjarta okkar. God cannot open your Guð heart. getur ekki opna hjarta þitt. But sometimes we pray like En that. stundum byrjum við þannig. Oh God, open my heart. Guð opnaði hjarta mitt. But he can't. Hann gerir það ekki. Because the door handle is on the inside. Af því að handfangið er innan á hjarta. And you got the key. Og þú ert með lykilinn. You will open your Þú heart. opnar hjarta. And when you open your heart, Og þegar þú opnar hjarta, he will open your eyes. þá mun hann opna augu þín. Amen. Amen. And when he opens your Og eyes, þegar hann opnar augu þín, the first one you will see það fyrsta sem þú sér is he that is standing outside your er heart, hann sem stendur fyrir utan hjarta þinnar. the healer from Nazareth. Læknirinn frá Nasaret. Can you say amen to Getur that? sagt amen við því? Hallelujah. He is here tonight. Hann er hér núna. Frederick, is it okay? No, that Frederick was there. Já. Where did Frederick go? Where is he? He went home. Nei, hann hérna. He got sour. No, there he is. There he is. I just want to wave at you. Mér langar bara að veifa I þér. like your playing. Mér kunna vel að mynda gítarleikin. Super duper. Algjörlega súper. Amen. And I liked everybody here. Og allt bandið var svona And the sjóðhengt. singing. The singing. Og yeah, söngurinn. It was so good. Stórkostlegt. So good. And what's your name? Rabbi. Rabbi. That's his nickname is Rabbi. 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 Okay, whatever. Hallelujah. Rabbi. Wonderful. Stórkostlegt. Is it okay that you play there? Or you get tired? Or He is fine. No, fine. you can sit there? Is it okay? It's the best thing I do, you know. Thank you. Okay, let's go to Genesis, Skulum fara í fyrstu Mósebók, chapter 15. 15. kafla. And I will, yes. No, I said wrong here. Sorry. Exodus, Aðra Mósebók, chapter 15. 15. kafla. Verse, Önnur Mósebók, 15. verse kafla. 22 to verse 27. Og það eru vers 22 til 27. Then Moses led Israel from the Red Sea, and they went into the desert of Shur. For 3 days they traveled in the desert without finding water. When they came to Marah, they could not drink this water because it was bitter. That is why the place is called Marah. So the people grumbled against Moses, saying, "What are we to drink?" Then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood, and he threw it into the water, and the water became fit to drink. There the Lord issued the ruling and his instruction for them and put them to the test. He said, "If you listen carefully to the Lord of your God and do what is right in his eyes, if you pay attention to his command and keep all his decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you." And in verse 27, then they came to Elim,
where there were 12 springs and 70 palm trees, and they camped there near the water. Móse lét Ísrael hefja ferð sína frá Sefhafinu og héldu þeir til Súr eyðimerkur. Gengu þeir 3 daga eyðimörkina og fundu ekkert vatn. Þá komu þeir til Mara, en þeir gátu ekki drukkið vatni fyrir beiskju, því það var beiskt. Fyrir því sá staður kallaður Mara. Þá möglaði fólki á móti Móse og sagði, hvað eigum við að drekka? En hann hrópaði til drottins og vísaði drottni honum þá á tré nokkurt. Kastaði hann því í vatnið og þá var vatnið sætt. Þar setti hann þeim lög og rétt og það reyndi hann þá og hann sagði, ef þú hlýðir gaumgæfilega raust drottins Guðsins og gjörir það sem réttir fyrir honum, gefur gaum að boðurum hans og heldur allar skipanir hans, þá vil ég engan þar sjúkdóm á þig leggja sem ég lagði á Egypta, því ég drottin græðari þinn. Síðan komu þeir til Elím, þar voru 12 vasslindir og 70 pálmar og settu þeir búðir sínar þar við vatnið. Amen. Amen. Now they came to Mara. Þeir komu til Mara. This is what you do. Það það sem þú gerir. You can never avoid Mara. Þú forðast, þú getur ekki sloppið við Mara. Because Mara is a part of your journey. Hluti af ferðalaginu þínu. I know Ég veit when you are tasting the bitter water, að þegar þú ert að drekka beiskt vatn, when I'm tasting the bitter þegar ég water, drekk beiskt vatn, sometimes I wonder, stundum þá velti ég fyrir mér. why do I have to go through this? Hvers vegna óskonum þarf ég að vera að ganga í gegnum það sem ég er að ganga Why í did gegnum? this happen to me? Akkur kom þetta fyrir mig? What did I do wrong? Hvað gerði ég eiginlega rámt In order to have this bitterness in my life. til að verðskulda þennan beiskleika í lífi mínu? Why? Hvers vegna? You see, Mara is a part of the journey. Hluti af ferðalaginu. But Mara is not the end En station. Mara ekki loka áfangastaður. I said it's not the end station. Ferðalagi hættir ekki þar. It may be a part of your Það journey. kannski hluti af ferðalaginu. And you will taste that bitter Og water. þú munt fá að smakka vatni beist. How do you know that the water is bitter? Hvernig veist að vatnið er beist? When you get it in your system. Þegar það fer í líkama þinn. You know, you never see that the water is bad. Þú sérð ekki að vatnið er beist. It looks just like water. Það lítur bara eins og annað You vatn. didn't see that relationship was not good for you. Þú sást ekki kannski að þetta samband við It þennan looked aðalega var like eitthvað water. óheilbrigt. You were so thirsty, En þú var svo þyrstur so you didn't bring any equipment with you þegar þú komst ekki með einn mælitæki á vatnið to test that water. til að reyna vatnið. So you just drank it. Þú bara drakkst af því. And then you discovered Og þá komstu að you því had come to Mara. að það varst komin í Mara. Can you say amen? Getur sagt, Or those things that happen in your life. allir þessi hluti sem gerast í lífið þínu. You didn't know Þú vissir ekki that this thing was a place of að bitterness þetta var biturleik og beist vatn until you tasted it. fyrir en þú smakkaðir það. And then you know. Og þá fékkst að vita. And then you wonder, Og samt veltur þið how fyrir can I get rid of that thing in my life? hvernig getur losað mig við þetta beiska vatn. Of course, you are here tonight. Auðvitað ertu hér I núna have all the answers. og ég er með öll svarin. Of course, I'm loaded with the answers. Ég er með fullt af svörum. But before we go to the answers, En áður fyrir að svörunum we have to camp together a little bit. að þá þurfum við að telja saman. And you wonder, why is it that I had to go through that? Og þú veltir fyrir, akkur er þannig að ganga í Why gegnum couldn't þetta I tímabil? just come to Eli? Akkur gæti ekki farið strax beint til You were Elí. heading for Þú Eli, ert stefnir í Elí. and Mara was your Og experience. Mara, þú veist að upplifa Mara. You wanted to go to Þú Eli. vildir fara til Elí. Everybody wants to go to Allir Eli. vilja fara til Elí. We even name churches Eli. Og við meira sér köllum sem að kirkjurnar Elí. There's a lot of churches in Sweden. Fullt af kirkjum í Svíþjóð They are called Eli. sem heita Elím. But I never found a church called Mara. Ég hef ekki hitt neina kirkju sem hefur fundið neina kirkju sem No heitir one wants Mara. to call their churches Engin vil Mara. kalla kirkjuna Mara. They should call them Mara, Ætti að but kalla þar they Mara. don't. En þeir gera það ekki. Because there's so much bitterness in those Því churches. það er svo mikið bestja í sumum kirkjum. So the correct name should be Mara. Það rétt nefni væri Mara. Oh. But I tell you, my friend, En ég segir eitt. this church is not a Mara church. Þessi kirkja er ekki Mara kirkja. This church is an Elim church. Þessi kirkja er Elín Can you kirkja. say amen to that? Getur þú sagt amen? And you as a person, Og þú sem you are einstaklingur, not the Mara þú person. ert ekki Mara You einstaklingur. are an Elim Þú ert person. Elím einstaklingur. Hallelujah. What is Elim? Og hvað er Elím? Well, it was many springs there. Það voru marga vasslindir. Not only one. Ekki bara ein. You can, it is enough for you with one.
Það er ekki bara að segja ein fyrir But þig. you see, God gives you 12 Hann springs gefur 12 uppsprettur. because you are supposed to multiply. Vegna þess að þú átt að margfalda þig. You are supposed to be a blessing. Þú átt að vera blessun til You are annara. supposed to have more than enough. Þú átt að hafa meir en nóg. And this is where you are heading. Og það er þangað sem þú stefnir. Amen. Amen. They came to Mara. Þeir komu til Mara. And then when they came to Mara, Og þeir komu til Mara. they discovered what you have discovered. Að þá hefur komist þér að því sem þú The hefur komist water is að. bitter. Að vatni getur verið The beist. water is bad. Það er slæmt vatn. Can't drink it. Það er ekki hægt að drekka það. And you know, our reaction Og viðbröður okkar when we er, are tasting bitterness in life, þegar við drekkum eða fáum að bestu byggar lífsins, reaction, þá eru viðbröð okkar. almost like a reflex, Það er svo bara we just want to sjálfviðbröð. go from there. Við bara viljum yfirgefa We svæðið. just run away. Við viljum hlaupa burtu. The problem is Vandamálið er that the water is inside. að vatnið er komið í So þig. wherever you go, Því að hvert sem þú fer, you have that water with you. þá fer vatnið með þér. It doesn't matter Það skiptir if ekki you máli. change your Þá circumstances breytir kringumstæðan. because you have the water on the Það inside of vatnið you. er í þér. What shall you do with that Hvað áttu að water? gera við vatnið? Well, of course, I have the solution. Já, ég er með lausnina. A piece of wood. A piece of wood. Já, og það er viðarbútur. Oh my God. What did Moses do? Hvað gerði Móse? He took, the Lord showed him Guð sýndi honum a tré, piece of wood and he threw it into the og water. hann hendi því í vatnið. And the water became sweet. Og vatnið var sætt. Wow, what a miracle. Það er kraftaverk. What a trick, you know. Var þetta ekki eitthvað töfrabragð? I know that you don't cleanse water with wood. Ég veit að þú hreinsar ekki vatn með við. You don't throw a piece of wood into Þú water. kastar ekki tré í vatn. But God showed him, En Guð sýndi honum, use a piece of wood that I will show you notaðu tré sem ég bendi þér á and throw that into the og water kastaðu því í vatnið. and it will become sweet. Og þá verður það sætt. I know a piece of wood. Ég veit slíkan við. Follow me to a place outside Jerusalem. Fylgdu nú með mér af stað rétt fyrir utan On a little Jerúsalem. hill called Golgotha. Á hæð sem heitir There Golgata. was a piece of wood there. Þar var tré And they hang a man on that tree. og þeir hengdu menn á þetta tré. And this man Og þessi maður, paid it all. hann greiddi fyrir He allt. paid for all the Hann bitterness. greiddi fyrir alla He paid veikina, for all this hurt. alla sálsökar. He took away all the Hann sin. tók burtu alla syndina. He paid for everything. Hann borgaði fyrir allt. And when you apply the wood of the Og cross, þegar þú tekur við krossinum, meaning og sem þýðir the applicable thought is að þegar þú notar þennan kross that sem you að take viðin í what he krossinum, did með öðrum orðum, þú and tekur það you sem hann bring it gerði, into your witness. tekur það sem hann gerði inn í þín Your bitter bestleika, water þá mun þitt bestjafa will become sweet. verður sætt. Why is this so important? Af hverju er þetta svo mikilvægt? Why did God just say, Hvað var Guð að segja? let's go over to Elim? Af hverju sagði hann ekki bara, heyrðu, sleppum þessu og förum beint til Elí? I know there's better water over Ég veit að það er betra vatn þar. It was too late. Það var of seint. They had it on the inside. Þeir voru konið með vatnið í sig. You see, before you can move on to Elim, Áður getur farið til Elím, God wants to heal you at Mara. vill Guð lækna þig á Mara, við Mara. You know why? Veistu hvað? Because He wants you Vegna sem vill þig to have a sweet taste að þú fáir þess sæta bragðið of your past frá fortíðinni when you enter into your future. þegar þú kemur inn í framtíðina. But otherwise, Annars, when you come to Elim, þegar þú kemur til Elím, you will have an experience with you þá mun vera reynsla that will limit you, sem mun takmarka þig, that will make you afraid maybe. sem mun gera þig jafnvel hræddan. You have an experience of this bitterness. Þú farð að upplifa bestu. That's why God wants to heal you Þess vegna vill Guð lækna þig when you are at Mara, þegar þú ert Mara. so that the water that was so bitter for you Þannig að þegar vatnið sem var þér svo beist will be turned into a sweet water. verður breytt í sætt vatn. So then you are ready to throw yourself into the wonderful water in Og þá Elim. ertu tilbúin að henda þér út í lindirnar við Elím. Can you say amen to that? Hallelujah. Halleluja. Now, He put the people to test. Hann reyndi fólkið. You see, you are not tested at Elim. Þú ert ekki reyndur við Elím, You are tested at Mara. þú reyndur við Mara. When I was a young man, Þegar ég var ungur, I will not preach about this now, but I have actually very good preaching about temptations and trials. ég mun ekki, ég mun allir predika núna, en Because I'm a very
tried man, you know. En ég hef góða predikun freistingar og reynslu. I grew up in a conservative Pentecostal church. Ég var alin upp í mjög íhaldsama Hvítsunnukirkju You know, and I heard a lot about trials, og ég heyrði mikið svona reynslupróf, how God was testing us, hvernig Guð var að reyna mig and how God was punishing og us hvernig hann refsaði okkur jafnvel in order to get us to the right til path. að fá okkur á rétta braut. I grew up in that. Ég ólst upp í þessu umhverfi. Everything comes from God. Allt kemur frá Guði. Good things come from God. Góðir hluti koma frá Bad Guði. things come from God. Vondir hluti koma frá Guði. He can be good one day, Hann getur verið góður einn daginn and then he can be really angry the og svo next getur day. hann að vera alveg öskuillu næsta So you dag. never knew where you had God. Þú vissir aldrei hvar þú hafðir Guð. You know, they portrayed God like an alcoholic. Hann var eins og alkohólisti. I have a friend that he grew up with an alcoholic father, Ég á vin sem ólst upp við alkohólista, pappas var alkohólisti and he said it was terrible og hann sagði það var hræðilegt. because you never knew what to meet. Þú vissir aldrei hverju áttu von á. One day my father was an angel, Einn daginn var pappi svo engill and he was wonderful. og hann var He gave dásamlegur. me everything. Gaf mér allt. The next day, Næsta dag he was a demon, þá var hann svo djöfullinn and he hit me og and hann he sló mig og barði abused me. og misnotaði mig And then he said one thing that never left me. og svo sagði hann eitt sem hefur aldrei farið frá mér. I would have preferred Ég hefði kosið, that my father would have been a demon all the time, hann hefði frekar verið djöfull allan tíman because then I would know what to expect. því þá hefði ég vitað hverju ég átti að búast við. But now, because I didn't know what to meet, En vegna þess að ég vissi aldrei hverju ég átti it von á, made me so insecure. þá var ég svo óöruggur. And you know, sometimes we have portrayed God that way. Stundum höfum við málað Guð svona. But you never know where you have Þú God. veist ekki hvernig þú hefur Guð. He can be against you one day, Hann getur á mótið þér einn and then daginn he can be for you the other day. og svo er næsta dag þar á með That was þér. my upbringing. Svona ólst ég upp. And then I came to the word of life Síðan kom ég í lífets úr, orð in the lífsins, beginning of the 80s. í upphæfi svona rétt eftir 80 And then we have a different, view of these things. og þar voru öðruvísi skoðunar og I kænslu grew up with gangi. this God is behind everything. Og ég ólst upp fyrir það að Guð væri bak við allt. Every bad thing that happens, Líka það vonda sem gerðist. God has his finger in it. Guð, hann var þar að verki. He is there orchestrating. Hann er að koma ykkur í kring með öllu þessu. But now when I came into the faith En movement, þegar ég kom í trúarheiminguna, now the devil is behind everything. þá var það djöfulli sem bak við allt. And to be honest with you, to be honest with you, to be honest with you, Til að vera alveg heiðalegur, that felt much better, það virkaði miklu betur fyrir mig. So in the whole 80s and the 90s, Og 80, 90 we were áratugin, coming against the devil. þá stóðum við bara í gegn djöflunum. We cast him out, Við kostum honum út cast him away, og kostum honum burt we cast him up. og We kostum were casting all the time, honum upp og honum alltaf að kasta honum and it eitthvað. was always the devil's fault. Og það var alltaf allt djöflunum að kenna. One day a young man came to me and Eins og said, kom ungu maður til mér og sagði, the devil came and gave me this electrician bill, the electrician bill. djöfullin kom með hennar rafmagnsreikning til mín. Oh, that's really the devil. Þetta er djöfullin sjálfur sem And að, I turned to him. og ég sneri mér að I honum. don't think so. Ég held að sé ekki hann, sagði ég. I don't think that the devil is using your Ég held ekki, electricity. ég er ekki vissum að djöfullin sé að nota rafmagni He is heima a hjá þér. spirit of darkness. He is a spirit of darkness. Hann er He doesn't use lights, Hann er andi myrkusins, hann velur ekki ljósið. So we went to the extreme, Svo við fórum alveg öfgan á milli. The devil was behind everything. Djöfullin stóð bak við allt. You speak to your wife, Þú tala við konuna þína. get behind me, Satan. Vík frá mér, Satan. I don't want anything to do with Ég it. vil ekkert hafa með það að gera. I come against that demon. Ég kem í gegn þessu And djöfli. we really came at it. Og við komum í gegn þessu. And Veistu hvað? after a while, Eftir smá I stund, discovered þá komst ég að því að this truth is limping. þessi sannleikur haldrar mjög. Have you noticed sometimes that your truth are limping? Hefur tekið eftir að þinn sannleikur er mjög haldrandi oft. Cannot walk straight. Hann getur ekki gengið beint. Limping. Hann haldrar. I came from a limping truth, Ég kom frá haldrandi sannleika and now I'm limping on the other leg. og núna var ég haldrandi á hinu fótleiknum. I'm totally crippled. Ég var orðin örkumla. Bring me a wheelchair. Komið með hjólastól I fyrir mig. can't walk any Ég get longer. ekki gengið lengur. I'm limping. Ég er haldrandi. Both legs. Báðum fótum. My God.
So then Síðan, I started to ask the Lord, ég fór að spyrja Guð. I have missed something here. Það eitthvað sem ég að missa hérna af I Guð. understand that you are good. Ég skil að þú er góður always Guð. good. Þú ert I alltaf góður. understand that the devil is an evil devil. Og ég veit að Satan er And vondur he's always djöfull evil. og hann er alltaf vondur. But God, En Guð, somewhere I missed something here. ég er að missa af einhverju Guð. Because I read, scriptures. Því ég les ritningarnar, For example, this scripture here. til dæmis þessa sem ég var að lesa, He put them to test. þá reyndi hann þau. I've discovered Ég komst að því that God is testing me. að Guð reyndi mig. But what is God testing? En hvað nákvæmlega Well, he's hann að testa? he's not testing my body. Hann er ekki að reyna á He's líkamann not minn testing my finances. og hann er ekki að reyna á peningamáli mín. He's testing only one thing, Aðeins eitt sem að Guð prófar í okkur, my heart. hjarta mitt. When God brings you to the test, Þegar Guð reynir þig, it is your heart. þá er það hjarta sem hann er að reyna. Can I ask you a question today? Má ég spyrja það einu, How is it with your heart? hvernig líður hjarta þínu í dag? Is your heart turned to the Lord? Snýr hjarta þitt að drottni? Is your heart directed to God? Snýr hjarta þitt að honum? Or are you turning away from God? Eða ert að snúa hjarta þínu frá Guði Because all the things that happened, af öllu því sem hefur gerst? God He is testing our hearts. Guð prófar alltaf hjartað. I've been way low down in the pit, Ég hef farið sokkið mjög djúft í pittin sinking low, og ég sökk svo djúft in despair and í hopelessness. örvæntingu og vonleysi. I lost two kids, Ég hef mist 2 börn, one baby and one grown kid, eitt unga barn og annað eldra barn, and I was sinking down. og ég sökk. And you know when I hit bottom, Og veistu hvernig ég kom á botnin? guess who was standing there? Veistu hver var stóð á botninum? Jesus. Jésús. I thought to myself, Ég hugsaði með mér, where did you go, Jesus? hvert fórstu eiginlega Jésús? I looked up, Ég leit upp, but he was down. en hann var niðri. I thought you up there in heaven. Ég held þú væri í himninum, But then when I was hitting bottom, en þegar ég kom í botnin, he was standing there. þegar ég náði botninum þá stóð hann And he þar. said, Stefan, Og hann sagði, Stefán, take my hand. halt í höndina mína. We're going to climb up Við again. ætlum að klifra upp aftur. I know that you can't make this. Ég veit, þú getur þetta. I know that you don't stand a Ég chance. veit að þú mistir öllu. That's why I'm here. Þess vegna er ég hér. Take my hand and I will bring you up again. Takk til hönd mín og ég skal færa þau upp aftur. Hallelujah. The Bible says Biblían segir, he reached down hann rétti hönd sína til to the slimy pit í leirin, and he picked me í up. pittin, og hann lyfti mér upp. He made my walk stable. Og hann festi göngu mína. No more limping. Ég hætti að haltra. Var stöðugur. And you know what? Og veistu hvað? He placed in me Setti í mig a new song, nýjan söng, a worship song tilbeiðslusöng to the Lord. til drottins. There was a man, Hann var maður, he went to Israel hann fór til Ísrael. and he came across this powder maker. Hann kom að svona leirkerasmið. He was making pots Hann var að búa til leirker of clay, úr leir, the að old-fashioned gera úr way. leir, á gamla mátan. When he stood there watching him, Og hann stóð og horfði á hann, he saw that he was making this pot, og hann sá að hann var að búa til þetta ker, and then went into the fire with the pot, og fór með það inn í eldin, took it out again, kom með og tók það út aftur, and then in and out from the fire. inn og út úr eldinum. So he was, and then he thought it was finished. Og á lokum hélt hann So var he put búinn, it up on the shelf to be sold. og svo hann setti það á hilluna til þess að selja það. So he got so interested, this man, Þessi maður sem hann sá þetta he went fylgdist to með, the- hann var svo, þetta vakti to athygli the hans. potter. Svo hann fyrir til And he leirkerasmiðsins, said, I see that you work with this pot. og ég sé að þú varst að vinna You með bring hennar it in and out from this og setur það inn og út úr furnace. eldinum But and then you put it on the og shelf. síðan á hilluna. I have a question for you. Ég hef með spurningu. When do you know that the pot is ready? Hvenær veistu hvenær kerið er tilbúið? You don't have any instruments. Það er engin mælitæki. When do you know? Hvenær veistu það? And then he said,
My friend, this is very easy. Og hann sagði það er mjög einfalt, vinur minn. I take it out from the furnace Ég tek út úr eldinum and I snap on it og ég gerði selbita with my finger. með fingrunum. And when the pot sings for me, Og þegar, þegar Keri syngur fyrir mig, it is ready. þá er það tilbúið. Yay! Hallelujah. You see, when the pot comes out Þegar Keri kemur út and it begins to meh, 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 og það verður me. when the pot sounds like your wife, Þegar Keri hljómar eins og eiginkonan, back into the furnace. þá fer aftur í eldin. When your pot sounds like your husband, Og þegar Keri hljómar eins og eiginmaðurinn, back in again. fer það aftur í eldin. But when the pot sings for En you, þegar það syngur, then you are ready. þá er það tilbúið. Hallelujah. Amen. You see, in that place of testing and trials, Í þessari reynslu prófi, God is also working. þá er Guð að vinna. What is He working with? Hvað er hann að vinna með? He's working with your heart. Með hjartaði. He doesn't want you Hann vill ekki to come to Elim að þú farir til Elín with complaining, með kvartanir with all this bitterness, og með biskjuna standing there og standir when í everyone Elín else is swimming og around allir having er a að fun synda í time, gleðinni in the midst of a revival, og í vakningunni and you are standing og there. þú stendur að No. He wants to bring you to Elim hann vill fara with til a new Elín song, með nýja söng, a song to the Lord. söng til drottins. Hallelujah. A worship Amen. song. Tilbeiðslusöng. Amen. Can you say amen to Getur þú that? sagt amen? That's why Mara is so important. Þess vegna er Mara svo mikilvæg. What do you do at Hvað Mara? gerirðu með Mara? When you go to God Þegar þú fer til Guðs and you let God deal with those things in your og life leifir Guð að vinna við hlutina sem eru í so that hjartanu He þínu, can help you svo hann getur to hjálpað þér turn your til experience að snúa reynsluðinni into wisdom. í vísku. You see, so many people, Svo margir. they have a lot of Þeir experiences, hafa mikla reynslu but they don't have so much wisdom. en þeir eru ekki með mikinn vísdóm. You know why? Veistu af hverju? Because God was not allowed to work with their Þegar hearts. Guð fekk ekki að vinna með hjarta When þeirra. God works with your Þegar heart, Guð vinnur með He will hjarta, turn your þá experience breytir hann reynslunni into a þinni place of wisdom. í visku. And wisdom will help Og others. viskan mun hjálpa öðrum. Experiences. The Reynsla. world is full of experiences. Heimurinn er fullur alls konar There is reynslu. no power in Það er that. ekki kraftur í That reynslunni. wisdom. En í viskunni, The world is desperately in need of wisdom. heimurinn þarfnast visku. And wisdom Og viskan comes kemur when you allow God þegar þú leifir to Guði do His að work gera hans verk in your í experience. þinni reynslu. Can you say amen to that? Amen. I never read these books Ég les aldrei þessar bækur about people's experiences. reynslu fólks. I read books Ég les bækur that have the sound of David in them. sem með Davíðs hljóminn í sér. You know the sound of David is? Veistu hvað hljómur Davíðs When er? he was an old man, Þegar hann var gamall orðinn, he said, I used to be young. hann sagði ég var ungur. Many of you can say that also. Sumir geta líka sagt það en þá I have been young ég hef verið ungur and now I'm old, og nú er ég gamall. but I've never seen En ég syng aldrei. God's servants Ég hef aldrei séð þjóna Guðs being forsaken. yfirgefna. Hallelujah. I like that kind of books. Þetta, I like books that don't hide away the pain, svona bækur vil ég lesa. Það fel ekki sársökan, but I like books that says, en sem segja, I went through these things. ég gekk í gegnum þetta. I was down there, Ég fór í but pittin, I'm not there any en longer. ég er ekki lengur í pittinum. Hallelujah. I'm up on the hill again. Ég er nú aftur komin á hæðina. Amen. Oh, la bashikiria. Alveg kannast. So many people, Svo margir they are screaming out on the mountaintop, hrópa á fjallstoppunum and they forget everything when they come down into the valley. og þau gleyma öllu þegar komin er í dalinn. They have such a strong message Þau eru með sterkan boðskap up there on the á mountaintop. fjallstoppinum. But when they come down into the En valley, þegar þau lenda í dalnum, they seem to forget everything that they have been preaching. þá er eins og þau gleyma öllu sem þau búin að predika upp í fjallinu. I prefer Mér finnst betra. that people, I prefer to listen to people. Ég vil frekar hlusta á They fólk got the revelation of God in the valleys. sem fekk opinberunina Guð í dalnum And now they are screaming and preaching og about síðan that hrópa á on the fjallinu, á mountaintop. fjallstoppum. Hallelujah.
You will learn from God Þú munt læra frá Guði when you are down in the þegar þú valleys. ert í dalnum. Hallelujah. But you will preach it and scream it and Þú sing munt it hrópa when you það are og up on syngja the það á top of the fjallstoppunum. mountain. Can you say hallelujah Amen. to that then? Amen. Praise the Lord. Okay, oof, my God. Oh. So what do you need to do at Mara? Hvað þarf að gera á Mara? You need to practice the power of the cross. Þú þarft að nýta þér kraft krossins í lífið þínu. The power of the cross is we can boil it down to one word. Það er hægt að taka allan kraft krossins í eitt orð. Forgiveness. Fyrirgefning. Forgiveness. Fyrirgefning. I find it very hard to forgive, Ég finnst mjög erfitt að fyrirgefa. especially myself. Sérstaklega sjálfur mér. Why did I do that? Á, hverju gerði ég nú þessi asnastprík? How could you do that? Hvernig gastu gert þetta? I find it very tough. Mér finnst það erfitt. Sometimes it's tough to forgive others. Stundum er erfitt að fyrirgefa öðrum. Did I preach too long? He just wanted a hug. Okay. Forgiveness. Fyrirgefning. Sometimes we have a misunderstanding Stundum er misskilningur hjá okkur. that we think that forgiveness is to forget. Við höldum að fyrirgefningi feli sér að gleyma. That's a very stupid idea. En það er kjánaleg hugmynd. Because if you forget everything, Því að þú gleymir öllu, how can you learn anything? hvernig getur þú þá lært eitthvað? If you forget that abusive Ef- relationship Ef að þú gleymir misnótkunni í Was not good for you. sambandinu sem ert í, you may enter into a new abusive. þá er möguleiki að hann fari aftur í það setna. There are many things that you should not forget. Það eru margir hluti sem þú átt You ekki should að gleyma. remember that. Þú átt að muna. Forgiveness, Fyrirgefning, the power of forgiveness, kraftur is fyrirgefningarinnar not to forget. er ekki til að gleyma. It is to release. Það er til að leysa. It is to release. Okay. Did I say something wrong? It's powerful. Awesome. So to release Til að leysa off from yourself frá sjálfu þér. the hurts and the things. Sársaukinn og eymslin. Actually, when somebody did something to you, Þegar einhver gerir eitthvað á þinn hlut, you can allow yourself to be a little bit selfish. það getur leiftir að vera svolítið sjálfsöskur. So that is to say that you don't forgive that person because of that person. Með öðrum orðum, You þú ert ekki að fyrirgefa þessum forgive that einstakling person fyrir hann eða hana, because of you. þú fyrirgefur þín vegna. It is not that person that needs to get delivered. Það er ekki þeir sem þurfa is frelsið, you. þú þarft frelsið. You need to be set free Þú þarft frelsið from that, those strings. frá þessum strengjum sem halda þér í sársaukanum. So when you release forgiveness, Þannig að þegar þú leysir fyrirgefninguna, you are the one that is getting free. þá færð þú frelsið. Because if you don't, Þegar ef þú gerir það you ekki, will have these invisible, cables. þá eru ósýnileg bönd sem tengja As alltaf soon við as þennan you see aðila. that person, as soon as you see that Leifur person, sér viðkomandi, power is going through that cable. að þá fyrir kraftur í með þessum ósýnilegu þráðum You get really, og þú fer í kerfi. you meet that person at the gas station, Þú hittir á bensinstöðinni, and all of a sudden, allt í einu, you begin to, og þá ferði allur í kerfi. and you wonder, what's wrong with Hvað er me? að þér? What's wrong with me? Hvað er eiginlega að mér? It was 10 years ago that Þetta happened. gerðist fyrir 10 árum síðan. Og samt, The cable is there. það er þráður á milli. You need to cut that off. Þú þarft að sníða hann af. How do you do that? Hvernig gerur þú By það? practicing Með forgiveness. því að fyrirgefa. Release them. Leysa Give viðkomandi. them over to God. Gefa Guðan. I said, give them over to God. Gefa Guðan. And God will take care of that. Og Guð mun sjá um það. You are the important one here. Þú ert það sem You skiptir need máli to be þarna. a person that can move on Þú þarft að vera þessi einstaklega sem without getur these haldið power áfram. sources. Án tengingarinnar. This cable connected to Þessar the tengingar við negative hann sem, power já, source. neikvæðu tengingar. Can you say amen to that? Number 2, Númer 2. remove the stone from your heart. Veltu steininu frá hjartanum. How do you do that? Hvernig gerur það? Well, think about the grave.
Með því að hugsa gröfina. They came to an open grave. Þeir komu að opinni gröf. Why was the grave open? Hvers vegna var gröfin opin? Somebody says, a smart guy says, Einhver sagði, well, otherwise Jesus wouldn't come out. já, það bara svo Jesús kæmist út. Let's go there. En það kannski ekki svo vitlaust. He is the resurrected one. Hann hinn He upprýstur. comes through walls. Hann gengur í gegnum He doesn't dyr. need a door. Hann þarf ekki He dyrnar. is the door. Hann dyrnar. You know, think about it. Jesus comes up from the dead, Hann lifnar við frá and döð, his rís frá spirit döðum enters into his body, og andinn kemur aftur líka and then, manns poof, og hann lifnar. no. Who put that stone there? Nei, hver setti steinin fyrir dyrnar? I was so close. Ég var svo nálægt í að vera frjáls. Ég reis frá döðum en nú er ég inni í What gröfinni. idiot. Hvaða kjáni Put lokaði that big gröfinni? stone over there. Lokaði gröfinni minni. Now I can't come out. Nú get ég ekki komist út. He didn't need that. Hann þurfti ekki að neinum að halda þegar velta Why steinum. was the stone rolled away? Akkur fór steinni frá. Well, not for Jesus' sake, Hann fór nefnilega ekki fyrir Jesú. for you and me, Hann fór fyrir þig og mig. for his friends. Fyrir vinnin hans. They came to an open Þeir grave komu að opinni so they gröf. could come in there Svo þeir getur and komið they inn could see what was going on in og there. séð hvað var í gangi. They can have the information Það gáttu fengið that they upplýsingar needed to move on with að life. þeir þurfti að halda áfram að lifa. They could say, he's not Hann here. ekki lengur í So gröfinni. let's stop looking for him. Svo hættum að leita á hann hér. He's not here. Hann ekki hérna. And the angel came. Og engillin Why kom do you seek the living amongst the og hann dead? sagði hvers vegna leitið He hinn is lifandi not með hann here. döðu. Hann ekki He is hér. risen. Hann Hallelujah. upprisinn. Praise the Lord. I think about my heart Ég hugsa hjarta mitt and the openness of my heart. og opnun í hjarta mínu. You know, when I open my heart, Þegar ég opna hjarta mitt, I invite people to walk into my þá heart. býð ég fólki gangin í hjarta mitt. The problem with that sometimes Vandamáli stundum við það is that I have some stuff in my heart. að ég er með svona dót í hjartanu mínu So do you. og þú líka. The wonderful thing with Jesus Það var dásanlega með Jesú is that outside of the grave, að fyrir utan gröfina there was an angel var engill, standing there, stóð þar, guarding the open grave. passaði opna gröfina. Outside of the door of your heart, Fyrir utan we hjartadyrnar stand þínar an angel. er engill. God places an angel. Guð setur engill hjá þér And you know, you don't mess with angels. og það er ekki þetta að abbast upp á þá. Oh my God. So if you go in there and see something there, Að þú fer inn og sérði eitthvað þar. and this, you know, skvaller, how do you say that? When you gossip, Yeah. that gossip, Já, that gossip demon. já, þá kemur baktalsi andinn fram kannski. Do you know what I saw? Veistu hvað ég sá? I saw sister so and so. Ég sá systur mína, hún She had this in her life, you know. og hún var með þetta í sínu lífi. And I say this to you in confidence, Og of þá, course. ég segi þetta öruglega, nei, auðvitað í trúnaði. Of course, you and I, we have a special Við erum með relationship. sérstöku sambandi, þannig ég get So sagt þér hlutum aðra. talk openly about this. Já, við getum að tala og opinskátt þetta. But I saw sister so and so. En ég sá hana systur okkar. He had Hún var af að tjóra. If you do that, Ef þú gerir það, you will have an angel visitation, þá möndu engillin koma til þín. and that is not a fun one. You know. Og það er ekki gaman. Don't mess with the angels. Ekki abbast upp á englana. They will take care of you. Þeir munu sjá þig. I said in the beginning of the meeting, I said we walk carefully, Við þurfum að ganga varlega hjartadyrnar. because when I walk into a person's heart, Þegar ég kem inn í hjarta einhvers, I walk on holy ground. þá geng ég á helgum stað. And if I begin to misuse that, Og ef ég fer að misnota það, the trust that a person gives trausti sem einhver hefur gefið mér, to open the heart where the wounds are, að opna hjarta sem sárin eru, then I will get problems with the angels. þá lendi ég vandræði með englana. But what about you? Hvað með þig? Maybe you prefer to have a stone outside your heart. Kannski viltu frekar hafa stein fyrir við fram að hjarta þitt. What kind of relationship will you have then? Hvers konar samband áttu þá? I meet people sometimes, Ég hitti fólk, they are friendly, þau eru vingjarnleg, but they are not heartly. en þau eru ekki hjartalí. And I prefer to have heartly people, Ég vil fá hjartalítt fólk.
friendly people. vingjarnlegt fólk. You can train yourself to be Þú friendly, getur þjálfað þig að vera vingjarnlegur kind. og svona fallegur og góður Hello. og tala How are you? fallega, How are you today? ávarpa fallega. Hvernig hefur það í dag og svo framvegis. Nice to meet you. Það er gaman að sjá þig. And you are standing there thinking, Og þú hugsar, pretender. það er að þykjast. And then when you meet a heartly Og person, þegar þú hittir hjartalít fólk, all of a sudden there is contact þá er tenging and there is vulnerability. og það er veikleiki sem opnast líka. But we don't want to be vulnerable. En við viljum ekki inn með sína veikleik okkar We og want to be vera a viðkvæm. Við Superman. viljum vera Superman. That is so often. So you say hello. I'm strong. Ég er sterkur. I'm stark. Já, sterkur. We don't want to be vulnerable. Við viljum ekki vera svona viðkvæm. And then we meet Jesus. Og svo hittum við Jesú. He is the Superman, you know. Hann er Superman. He is the strongest of the all. Sterkastur allra. And the first thing he Og does, fyrsta sem hann gerir here is my wounds. og segir, hér eru sárin mín. Can you look at them? Sýnir okkur sárin sín. Wounds. Sár, I Jesú. want to see your superpower. Ég vil sjá kraftinni. Oh, fly in the air, Jesus. Fljúðum heiminin, Jesús. No, no, no. Nei. Here's my wounds. Hér eru sárin mín. Because there is healing in my wounds. Því það er lækning í sárum. Hallelujah. I will heal you. Ég mun lækna þig. And the healing stream is flowing from my Og wounds. lækningaströmmur flæðir úr sárum mínum. So it is with you also. Og þannig líka með þig. Hallelujah. Can you say hallelujah? Já, halleluja. There are so many things I could say to you tonight. Það er svo margt meira sem ég get sagt. I take one more Eitt í viðbót. and then we finish. Og svo ljúkum við Is þessu. that okay? Er allt í lagi? Okay, no. Not okay. Jú. When you are facing Mara, Þegar þú ert í Mora, you have an Hey, Mara. experience. þá farðu upplifunar reynslu. And that experience Þessi reynsla is your experience. er þín reynsla. And that experience Og þú reynsla is a fact. er staðreind. No one should take away that experience from you. Það er staðreind, þú lendir í þessu. No one should come and say to you, Það er enginn sem getur komið og sagt, just get over it. nei, hættu þessu, láttu ekki svona, þetta var nú It's ekki just an neitt. experience. Þetta var bara smá Yeah, reynsla. let's get over it. Það var losaði við þetta bara. No, it is an experience. Þetta er reynsla, It is a fact. staðreind. You went through what you went through, Þú gekkst í gegnum það sem þú gekkst í gegnum. and it hurted you, Og það særði þig. and it damaged your Og það heart. skemmdi hjartað þitt. But my friend, En vinnu minn, it is a fact, það er staðreind. but it's not the whole truth. Það er ekki allur sannleikurinn. I think about, relationships. Hugsa samband. You met a man. You met a man, Þú hittir mann beautiful, look like me, sem lítur eins vel út eins og ég, a lot of muscles. fullt af öðu og massa. He had the groove, Hann með grúfið í lagi. and you just thought, Og þú hugsaðir, that's my prince. þetta er prinsinn minn. So you just fell in love with him, Svo þú bara varst ástfanginn. and then you got married to him. Og svo giftist honum. And then the day after the marriage, Og daginn eftir hjónabandi eða hjónavíksluna, where did the prince go? hvert fór prinsinn minn? He turned into a pig. Hann breytist í svín. A swine, yeah. Já, He became a swine. hann varð svín. Oh my God, what happened to the Hvað prince? gerðist eiginlega með prinsinn? He started to, Hann and all kinds of sounds. og alls konar hljóð. Yeah. And you wonder, my God, Guð, I thought he was a prince. ég held að hann væri prins. And now I'm married to a pig. Og nú er ég gift við svíni. Swine. Já. Yeah. That's your fact. Þetta er staðreind. I met many men, they are pigs, you know. Ég hef heitt marga menn sem eru svín. They have dresses like
princes, og þeir klæða sig eins og prinsar but they behave like pigs. en hegða sig eins og svín. I met them also. Ég búinn að hitta þá líka. I'm not one of them. Ég ekki einn af þeim. Talk to my wife, you find out. Já, þau getur bara rætt við konuna minni til að komast að því. In our case, it was the opposite. Hann var öfugt. She thought, oh my God, it's a pig. Já, hún hugsaði með sér, wow, hann svín. But she discovered there is a prince over there. En hún uppgötaði prins. Hallelujah. Oh, praise God. That's your fact. En þetta staðreind. But please, my friend, En veistu það? not every man is like that. Ekki hver einasti maður svona. We have so many man haters in the world today. Við erum svo margar sem hata Women, kallmenn. they hate men, you know. Konur margar hata kallmenn. Oh, as soon as they hear that a man's voice, you know. Jafnvel þeir heyra kallmanns rödd. Pig, Svín, swine, svín, grease. grís. And they write books about men. Og það skrifa heila bækur um All þessa menn. men are pigs. Allir menn eru svín. They are, oh, I know that as a fact. Ég veit að það er They staðreind. are really, really swines. Þeir eru svín. That's a fact, but not the truth. Þetta er staðreind, en þetta er ekki allur sannleikurinn. Or you man here, Þið kallmenn hér, you thought you married a princess. þið heldur kannski þið giftist prinsessunni. And the day after the marriage, Og daginn eftir, you discovered, þá komst að því see, she is a chicken. að hún er kjúklingur. I thought I was marrying a princess. Ég held ég hefði giftist prinsessu. My God, this is a chicken. Hún er kjúklingur. You say, my God. Og guð, Oh, I get tinnitus, you know. ég fæ bara I hljóði. can't stand Ég it. get ekki, ég þólið ekki. When I wake up in the morning, Þegar ég vakna á mótnana, can you go up with the garbage? Go up with the garbage. getur bara með rusli úti, menn þið viti, getur hægt fyrir kaffi. Oh my God. Where did the princess go? Hvert fór prinsessan? And then you have this in your life. Og síðan í lífinu, Let me tell you one thing. að segja þér eitt, There are some women. það eru suma konur sem eru, They are like chicken, you know. það eru allir svo kjúklingar. They will give you tinnitus. Hvað er aftur? Ég heyrnasuð, þú fær heyrnasuð. Oh, they have that sound, you know, that you get. Erum þetta hljóð sem að tíðni sem að Do you know suðar why- eyrunum. Do you know why man needs a garage? Veitir á hverju karlmenn þurfa bílskúr? They just need to go out there Þeir þurfa bara að komast út í and skúr just sit there. og bara sitja. No one is talking. Það er enginn að tala, Quiet. það er hljóð, Totally quiet. algjör kyrrð. They don't even have to be with the Lord, you know. Þeir þurfa ekki eins og að vera með drottni Just be þar, with themselves, you know. bara með sjálfu It's sér. so wonderful. Það er svo dásalegt. I often go out into my garage Ég fer oft út í skúr and I just sit there. og ég bara sita, I don't say anything. segja ekkert. That's my hiding place. Þetta er félustæður minn. And then some people say, oh, are you out there praying? Ertu út í skúr að No, biðja? I'm not praying. Nei, ég er ekki að I'm biðja. escaping. Ég er að forðast, ég er að fela mig. We man needs that. Við kallmenn þurfum svona. But if you are married to this, you know, chicken type, Og ef þú ert giftur kjúklingatýpinu, that's your experience. þá er það þín reynsla samt sem áður. Please, Og veistu hvað? don't write a book about it. Ekki skrifa bók um það. We already know. Við vitum. We know everything about these Við things. vitum allt um þessa hluti. That's your experience. En þetta er reynsla þín. But that is not the whole truth. En þetta er ekki allur sannleikurinn. There is no healing for those things. Ah, Just forget about the healing part there. Gleymum lækningun í þessu. Have you heard this story? Þú hefur heyrt söguna. There was a man, Það var maður. the Lord came to him Drottin kom til and hans. said, my son, Sonur minn sagði, you have walked before me. þú hefur gengið með And mér I'm so pleased. og ég er ánæður. So I want to give you anything you pray about. Ég er stoltur af þér og ég ætla að gefa þér hvað And sem the þú man biður got so um. happy, you know. Og maður var So svo he gladur said, oh God, og sagði, Guð, can you please build a bridge to Hawaii? getur þú byggt öku eða brú Because til I'd love to Hawaii? go to Hawaii. Þið langar að fara til Hawaii. Oh, please, God, Guð, gerðu það Guð, can you do that? getur þú gert það? Heaven got silent.
Og það var þögn á himni And the Lord came back and og said, drottinn kom og sagði, my son, sonu minn, I can do that for you, ég get gert það, but I will have problems. en það er vandamál. I have to change the whole ecosystem. You know. Ég þarf að breyta öllu lífkerfinu. I get the environment movement against me. Og öllu náttúruverndarsinnarnir munu koma á móti mér. You know, there's a lot of traffic there. Og það eru mikil umferð sem er fara á Can you milli. please ask me another question? Geturðu spurt mig eitthvað annað en þetta? Okay, Ok, segir maðurinn. God, I ask you this then. Guð, ég bið þá Can you please help me geturðu hjálpað mér to understand the woman? að skilja konuna mína? I don't understand her. Ég skil ekki konuna. I get so confused. Ég er svo ruglaður. He says one thing, she says one thing, Hún segir eitt and she means another. og meinar annað. I'm just a simple man. Ég er bara einfaldur maður. I cannot read these codes. Ég get ekki lesið þessa I kóða don't eða þessi leynor. understand. Please, God. Guð, gerðu það fyrir mig. Can you help me to understand? Hjálpaðu mér að skilja. Heaven got silent. Og þá var þögn á himnum aftur And after a while, og eftir smá stund the Lord came back. kom drottinn aftur og sagði, Said, my son, sonu minn, that bridge, þessi brú sem varst að tala um, do you want 2 or 4 files? viltu 2 eða 4 akreinar? Oh, praise God. Hallelujah. Go with your experience Þú fer með reynsluna þína and let God bring His truth. og leifir Guð að koma með sannleikan. Can you say amen to that? Amen. Now, after Mara comes Elim. Eftir Mara kemur Elím. After Mara comes Elim. Eftir Mara kemur Elím. If I want to be a little bit prophetic, En við aðeins ganga fram í spámennskunni eða spádómunum, I believe that God is moving this whole thing to Elim. þá trúi ég að Guð sé að færa allan hóp til Elím. Hallelujah. You stayed long enough at Mara. Þú ert búin að vera nógu lengi við Mara. You are supposed to come to Elim now Nú þarfst að koma til Elím with a lot of wonderful waters með fullt af fallu og sætu vatn. where you can enjoy yourself Það sem getur glaðist and enjoy life. og notið lífsins. Can I say it like this? Má ég segja það þannig? There has been a lot of Mara Það er búið að vera mikið Mara on Iceland. í Íslandi. I've been here many times. Ég er búin að koma oft til Íslands. I came first time in the beginning of the 90s. Rétt eftir 90 kom ég fyrst And I always enjoyed and I'm so happy to be og mér finnst here. alltaf gaman að koma til Íslands. But I also know En ég veit that there has been a lot of Mara. að það er búið að vera mikið Mara. Something goes very good and Stundu gengur rosa vel flourish. og það blómstra All of a sudden something happens. og allt í einu það gerist eitthvað And there's a lot of damage. og það er mikið skemmd So there is a lot of wounded people. og það er mikið að særðu fólki. But you know what? En veistu hvað? God wants to bring Elim Guð vill koma með Elím to Iceland. til Íslands. Hallelujah. How many believe that? Hver margir trúa því? Turn to your neighbor and say, Snúðu þér að þeim sem situr hjá þér. I am finished with Mara now. Ég er búin að fá nóga Mara. I am going into Elim. Nú fer ég til Elím. And then you turn to some other Og síðan snerið öðrum. and say, are you coming with me? Allar að koma með mér, segðu. Hallelujah. Amen. Now, I know that I preached a long time tonight, Ég veit að ég er búin að tala svolítið lengi. but I better myself some other time. Ég mun laga það seinna. But not tonight. En ekki núna. In the beginning of the meeting, I said there is a healing anointing here. Ég sagði það í upphafinu að það er lækningar And smurning. God wants to heal hearts. Að Guð vill lækna hjörtu. God will bring us to Elim, Guð tekur þig til Elím. but He wants you to come to Elim Hann vill að þú komir þangað. with the condition of your heart Með ástand where hjarta you þess. can enjoy Elim. Þannig að þú getur notið Elím. Not a shadow of fear over you, Að sé ekki ótta skuggi yfir þér not limited og sett ekki neinn takmörk by í your þér. own experiences. Að þinni eigin reynslu. No, He wants you to fully enjoy Hann vill að þú komir og njótið til fulls. what God has in store for Alls you. þess sem hann hefur fyrir þig. Can you say amen to that? Amen. But even you En jafnvel þú that are not here tonight, sem ert ekki hér. you see there is many people that are not here Það tonight. eru margir sem er ekki hér núna.
And they have experienced Mara. og þeir eru líka búin að fá upplifa And Mara I think that that was the end. og þeir halda að það sé endurinn og endalokin. But see, God is a God of restoration. En Guð reisir við And He will bring back again og hann reisir, nær í þau aftur and shape it into His being og hann mun móta það á sinn hátt. so that His purposes Þannig að hans tilgangur and His plans og hans áætlun will be fulfilled. nái fram að ganga. My friend, Vinur minn, never give up on people. aldrei gefast upp á fólki. Never give up on Aldrei gefast upp. Keep on believing Halda áfram að trúa and let God be God. og leiðu Guð að vera Guð. Hallelujah. Halleluja. We want to see more people saved, Við viljum sjá fleiri frelsast and that's very good. og það er gott. But I want to see more people restored. En mér langar að sjá fleiri fólk rísa upp á ný. Hallelujah. Amen. And the other doesn't have to be against one another. Og það þarf ekki að vera eitthvað sem að hefur tókstrið á millið, We do ófrelsar og both. hinna. Við nýtum, Hallelujah. þörfumst allra. Shall we stand up together? Ef að rísa þess á fætur.